Við erum hérna á UT-messu. Velkomin á það sem við kallum framtíðarmessu. Ég heiti Finnur Oddsson og vinn hjá Nýherja. Fæ að verða þess heiðurs aðnjótandi að stýra fundi hérna fram eftir degi. Og markmið okkar hérna í þessari línu að skyggnast aðeins fram á veginn. Við erum með 5 áhugaverð erindi sem að öll taka á hugsun til framtíðar sem að tengist á miðlun og upplýsingatækni. Svo ég fari stuttlega yfir það sem við ætlum að ræða þá byrjum við á því að fara í gegnum það hvernig við miðlum upplýsingum. Þannig Einar Ben frá Tjarnargötu, hann ætlar að segja okkur aðeins frá því. Þá ætlum við að skyggnast inn í það hvernig reiknistofa bankanna, RB, ætlar að búa til framtíðar fjármálaumhverfi framtíðar tækniumhverfi fyrir fjármálafyrirtækin. Þorsteinn ætlar að leiða okkur í allan sannleik það. Þá ætlum við að ræða hvernig við tryggjum það að umhverfið okkar og samfélag verði jafn gott á morgun og það var í gær og fáum hann nafnaminn Sveinsson frá Landsbankanum til þess að ræða það. Þá svona rétt rúmlega 3 ef við stöndum hérna tíma hérna planið, ætlum við að taka hálftíma hlé, kíkja hérna niður og hérna fá okkur snarl. Og eftir hlé þá byrjum við á því að hérna skyggnast inn í það hvort að við verðum óþörf. Það segja hvort að róbótar komi í staðinn fyrir okkur. Ég held að sé nú miklu meira hvernig, því í einhverjum verkefnum verðum við alveg örugglega óþörf og það er ágætt því þá getum við farið að gera eitthvað annað sem er gagnlegra. En Ólafur Andri ætlar að leiða okkur í sannleikanum það og síðan ætlum við að læra aðeins internetið eða það sem við kallum Internet of Things. Brian Suda mun kynna okkur það. Ég þarf að fara yfir nokkur svona praktísk mál. Mér langar að byrja á að biðja ykkur að snúa síman eitthvað niður, að minnsta kosti hljóðið í þeim. Og við höfum þetta þannig að í lok hvers erindis þá gefum við svigrúm fyrir nokkrar spurningar. Þannig að fyrirlesararnir verða hérna áfram upp í smá stund og þið dragið ekkert af ykkur í að spurja og kommenta. Síðan er að gera að taka þátt í umræðinu á Twitter undir hashtag UT-messan. Og síðan hérna eru svona praktísk mál sem veitingar og annað slíkt, þið hljótið að finna þær, þið renni bara á lyktin örugglega. Það er ráðstefnumat, rafrænt og það verður tengill sendur á það eftir ráðstefnuna. Það væri mjög ánægjulegt ef sem flestir sæju sér fært að taka þátt í því. En það er ekki eftir neina að bíða. Fyrsta erindið heitir mikilvægi þess að miðla upplýsingum á skemmtilegan máta. Hann heitir Einar Ben sem ætlar að ríða á vaðið og þetta er svona metnaðarfullt, þetta miklar væntingar til þessa erindis, en Einar er menntaður þetta er bara svona rétt til þess að gera þetta auðvelt. Einar er menntaður í sálfræði, hann er líka menntaður í viðskiptafræði og í almannatengslum og vann hjá Símanum, markaðsdeild Símans, áður en hann stofnaði Tjarnargötuna með félaga sínum Arnari Helga. Það er ekkert að hafa þetta lengra Einar, hann kynni sig bara sjálfur þegar hann kemur hérna upp, býða hann velkomin og hérna við skulum gefa hann gott klapp til að byrja með. Takk. Heyriði í mér? En kærlega spurning. Heyrðu, hann er bara búinn að taka kynningunum mína. Þetta er skemmtilegt. Ég ætla hann bara að byrja þessu því að mér er svo gaman að segja, ég er svona ekta Íslendingur. Ég byrjaði í háskólanum 19 ára, kláraði 30. Kannist þið við þetta? Fór að vinna, byrjaði í lögfræði, gerði alls konar, ég segi ekkert hvað mér langaði að gera en svo loksins fann maður sér svona einhvern flöt. Mamma og pabbi voru mjög stressuð á tímabili. Ég skrifaði ritgerð þegar ég var í sálfræðinni og hún fjallaði ímynd og orðspor íslensku bankana sem er það þurrasta og skrýtnasta topic sem við skrifaðum í sálfræði. Þegar ég ætlaði að gera þetta horfði kennarinn á mig og sagði bara í alvörunni, ætlar að gera þetta. En svo fann ég mig svona meiri völl og því ég fór til London og lærði þar almannatengsl og þar tók ég fyrir og svona hugum minn og áhugi fór alltaf að snúast meira og meira í kringum samfélagsmiðlana og eins og hann benti á hann að Finnur áðan þá vann ég meðal annars hjá Símanum og sá þar notkun samfélagsmiðlana. Og þarna tók ég fyrir hvernig íslensku bankanir og íslensku símfyrirtæki nota samskiptamiðla til að eiga í samskiptum og grunnurinn þarna var eiginlega alltaf efnisinntöku því að þetta er jú miðill sem á að nota til þess að eiga í samræðum við fólk en ekki til að sturta inn einhverjum einhliða auglýsingum og umræður og samræður kveikna að þau ljóstillífa sig mjög sjaldan í gang. Og áður en að ég held lengra
áfram, þá ætlum ég að verja að taka smá áskorun. Ég ætti að segja einn rosalega vondan brandara. Here goes nothing. Hafi ekki allir smá húmor fyrir einu brandara? Er ekki bara að vera ógeðslega flippuður ástöfna og svona? Ég sé það alveg á öllum. Heyrðu, það var einu sinni hérna maður sem labbaði hann á bar og hann var með svona lítinn hest undir hendinni. Og hann bara labbar með hestinn á barinn og tekur þetta litla trippi og leggur hann upp á barborðið. Og barþjónninn stendur hann og þurrkar í glösunum og horfir á manninn bara eitthvað, já, hvað ertu að gera með þetta trippið hérna upp á borðið hjá mér? Maðurinn sagði bara, heyrðu, ég nenni ekki að ræða þetta, bara gef mér 3 þrefalda gin og tónik og bara, hérna er lampi, nutta hann og bara málið afgreitt. Barþjónninn horfir á honum, skengir í glösin, nuttar síðan lampan og upp kemur alveg ógeðslega gamall andi, bara ævaforn andi. Og barþjónninn bregður svo mikið, hann bara stendur hann alveg frosinn og andinn svona staular einhvern veginn svona út í sér bara 3 róskir og barþjónninn fulla vasa peningum. Og andinn eitthvað, og barþjónninn aftur bara fulla vasa peningum. Þá bara kvispam búm, þá fylltust vasanir hjá barþjónninn af teningum. Og barþjónninn stóð þarna alveg bara stjarfur af hræðslu, gaurinn sem kom inn með litla trippi stóð þarna, kláraði öll glösin sín og sagði, já, heldur virkilega að beðið 25 cm trippi. Og þessi góði brandari sem pabbi mér hringdi mig frá Noregi til þess að segja mér, hann hringdi sko 4 sinnum, ég var á fundi og hann fannst það merkilegt sem hann á ævinni heyrt, sem mjög skemmtilegt. Hann í rauninni segir samt svolítið það sem við ætlum að segja mikilvægt þess að miðla upplýsingum. Jú, við getum gert upplýsingar skemmtilegar, við getum gert það á milljón mismunandi máta, en ef að boðleiðin og upplýsingarna komast ekki til skila, þá endur við þetta með þetta trippi í staðan fyrir eitthvað allt annað, sko. Nú fór einhver út, gett móðgæður. En annars ætlum ég að horfa á þetta þannig að miðla upplýsingum, þá horfa ég út frá svona 2 punktum, inn í kassanum og út fyrir boxið. Því að upplýsingar eru ekkert annað en markaðssetning. Þú ert alltaf að markaðssetja þig, hvort sem þú sjálfur, varaðinn, þjónustæðinn, hvað sem er. Þetta er, CV-ið, LinkedIn-accountinn, Facebook-accountinn, allt sem þú gerir er að vissu leyti einhvers konar markaðssetning. Og við erum í dag í heimi þar sem að statt og stöðulega fjölgar öllum þeim miðlum sem að eru gjörsamlega að sturta á okkur auglýsingaskilaboðum. Og þetta verður alltaf meira áreiti og meira áreiti og meira áreiti. Og ef við horfum bara á samfélagsmiðluna, hverjir þekkja öll þessi logo hérna uppi? Rétt upp hönd. Ok, þetta er alveg svona slatti. En heimurinn er alltaf miklu flóknari. Þetta er bara dropi í hafi. Það sprett upp endalaust mikið af mismunandi samfélagsmiðlum sem allir hafa svona einhverja sína sérstöðu eitthvað slíkt. En alltaf hafa þessi samfélagsmiðlar það eina markmið og í rauninni þori ég að fullyrða að þetta er alltaf, eins og nafnið gefur til kynna, samskiptamiðl. Og í dag eru mörg fyrirtæki mikið að horfa á þetta sem auglýsingatól. Status eins og, hey, get flip, hvað ætlar að gera í kvöld? Kannist ekki vita. Einhver fyrirtæki með einhver svona, bara segja eitthvað, eða þá bara setja inn einhverja auglýsingar og eitthvað slíkt. Það er ekki skemmtilegt það. Gerir það eitthvað fyrir ykkur ef þið fylgið einhverjum fyrirtækjum, einhverjum samskiptamiðlum og þið sturti bara inn þurrum sölu skilaboðum, per se. Þóri náttúrulega enginn að segja neitt. Ég lofa að segja ekki brandar einn eða neitt. En málið er sem þetta, að hérna er ég með tölur frá Business Horizon og Digital Weekly, að þetta er milljón mismundi og skemmtilega mælingar þetta, en það segir sem þetta 81% af fólki fá ráð frá vinum sínum allt mögulegt, milli heims og helju, hvort sem það er hvað þjónustur ætla að versla við, hvort sem það eru stóri eða smá fyrirtæki, hvað vöru og svo framvegis. Og 9 af hverjum 10 að þeir einhvern veginn treysta því sem vinið er að deila. Og jú, það er bara þannig að upplýsingar sem við sendum frá okkur, hvort sem þeir erum lítil, stóri eða einyrkjar eða bara hvað formi sem okkar fyrirtæki rekstur er, þær hafa þessa burði til að vera teknar af þessu fólki og við getum gert þau af svona boðberum. Þetta er fuglaflensu tekningi mín. Það hlóðu einhverju 2. Við getum fengið einhvern einn hnerra á einhverja 3, þessi 3 hnerra á næstu 9 og fyrir varir eru búin að smita allan heiminn. Það er svona basically það sem skemmtilegt content og content marketing í mjög einfaldari mynd gengur út á. Og auðvitað er ég að stikla á alveg virkilega stóri, ég hef bara 30 mínútur. Ég verður örugglega dregin með einhverju rauðu spjaldi á honum
finni hérna eftir. En málið er mjög einfalt. Til þess að nota kontentu til að miðla upplýsingum og skemmtilega máta, þá þarftu bara að vera mjög svo kreatífur og frumlegur og þú ert að hlusta á kúnnuna og ég fer aðeins yfir það. Er leysirbendir á þessu, veistu það? Nei, ok. Við erum á tækniráðstefnu og það er ekki leysir á þessu. Sem sagt, gott content getur þjónað þeim tilgangi að koma inn sem ábendingu vöru og þjónustu þegar dreifist netið. Það getur verið þannig að möguleiki á að búa til einhvers konar sölu. Þegar salan á sér stað, þá getur þetta góða content í hvaða formati sem það er, vídeó, texta, bloggi, bara nefndu það, bara upplýsingar, út að miðla upplýsingum á einhvers konar máta. Það getur nota til að þjónusta kúnnaðina, búið til endurteknar sölur og númer 1 og 3 að fara yfir og umfram væntingar viðskiptavinarins. Og þá býrðu til þessa skemmtilegu talsmenn. Og ef við horfum á content eins og við horfum á það og sérstaklega út frá samfélagsmiðlunum sem eru okkar ær og kýr, sem ég hef mikla trú á, að allt það sem að hefðbundnar auglýsingar segja, og þarna er hérna litli kallinn með litla ljósið, hann er útvarpið eða sjónvarpið og allir þessi góðu miðlar, að ef að upplifun fólks og það sem það segir og deilir og þeirra svona upplifun, ef það er ekki í takt við það sem viðkomandi fyrirtæki eða vörumerki er að segja, þá gjörsamlega blokkar er hitt út, það er miklu sterkara. Þið skiljið hvað ég á við það ekki? Segir enginn neitt. Og það skemmtilega við samfélagsmiðluna er það að þetta gefur öllum í rauninni kost á að tjá sig. Og það slæma við þetta að þetta gefur öllum kost á að tjá sig. Og bara ef við skoðum DFF til dæmis. Og þetta er fréttaskýringa konu sem heitir Katie Couric. Hún er algjör snillingur og hefur komið þetta kvót í bók sem heitir Business Not As Usual, sem er mjög góð lesning. Og þegar við horfum á mikilvægi og horfum á hvernig við viljum búa til gott content, þá vinnum við eftir það bil 5 eða 6 kjarnareglum. Og þetta er mjög ófræðilegt, þetta er meira bara svona upplifun, en það er númer 1, 2 og 3. Það er að hlusta og fylgjast með. Því að það er enginn sem getur undirbúið eða sagt einhverjum fyrirtækjum eða vörumerkjum hvað þeir eiga að gera nákvæmlega. Þetta er náttúrulega ákveðin listgrein að skapa auglýsingar, skapa content, skapa í rauninni með því að skapa þessa ímynd og þetta orðspor sem að viðkomandi reksturur ætlar að byggja upp. En með því að gefa sér tíma og eyða smá peningum í að fylgjast með, ekki bara hlaupa áfram eins og hestur með bundi fyrir augun og bara alltaf dreita út auglýsingum og sigra heiminn, að þá áttu miklu meiri sens á að hafa eitthvað að segja sem raunverulega hittir í mark. Það þarf ekki að vera flókið og líka oft er það bara beint fyrir fram að nefið á manni, en stundum er það svo langsótt að maður fattar ekki þetta er það sem markhópurinn vildi raunverulega heyra. Og sem dæmi þetta er dæmi sem byggum til fyrir Vífilfell og þá átti að búi til einhver vídeó og content bjór. Og strákarnir sem ég vinn með þessu herðu var að taka viðtalið yfir bruggarann. Og hann var mjög skemmtilegur og svolítið sérstakur maður á góðan hátt, að við tókum viðtalið þar sem hann sat einn í stól og talaði bjór. Og ég hugsaði bara, nei, þannig er enginn að horfa á þetta. Þetta fór út allt á netinu, út af því að þetta hitti beint í mark. Þetta er bara viðtalið mann sem veit nefið sinu lengra eitt af uppáhaldsdrykkjunum okkar, bjór. Þeir sem drekka bjór, þeir hefðu ógeðslega gaman að því að horfa á þetta, margir hverjir allan. Þannig að þetta fekk nokkuð þúsund spilanir og góða dreifingu á netinu, þar sem það fór inn hjá þessum kjarnahópi sem voru bjór áhuga menn og konur. Númer 3 er það að gæði og hraði á þess að þú fylgir hinum 2 punktunum, hafa gæðin í lagi, en samt sem áður að vinna hratt. Ég veit þetta eru miklir erkifjendur gæði og hraði, eins og flestir þekkja. Það tryggir það að gott efni í sama hvaða formati sem það er, hvort sem það er frétta, bara tilkynning eða myndir eða vídeó eða teiknað verkefni, að það ýtir undir líkurnar því að það fái umfjöllun. Það ýtir undir líkurnar því að netmiðlar og aðrir miðlar taki upp efnið og vilji gera sér fréttamat úr því. Og númer 4, það er að bæta einhverju við, ekki senda út efni sem bætir einhverju við. Þá er það í rauninni í svona allra hörðustu mynd bara auglýsing.
og eins og ég benti á áðan, þegar við horfum á netið og samfélagsmiðluna, við erum, og bara ekki eins og það bara, við horfum á bara heilt yfir alla miðluna, við erum að mínum dómi verða miklu þreyttari og bara svona ónæmari fyrir auglýsingum. En efni sem bætir einhverju við, hjálpar okkur, segir okkur sögur, auðveldar okkur lífið á einhvern hátt, en í leiðinni brandar sig inn og býr til þessa, að styrkja þessa ímynd eða það sem að viðkomandi fyrirtækja vörumerki hefur upp að bjóða, það bingo. Að hugsa út í það að nýta miðilinn, hver sem hann alveg sama hvað þú gerir, hvaða content þú býður upp á og hvar þú setur það, að hugsa aðeins, gefa sér nokkra mínútur og setja sér, ok, hvernig get ég nýtt þetta betur? Hvernig læti ég þetta tala saman á milli miðla? Hvernig nýti ég þetta til fulls? Ekki bara tjekka í Excel-skjalið, bara efnið komið þangað inn, tjekk, búið. Þetta bara hugsa, bara eins og einfaldur hlutur, hverju þekkja bara hverju nota YouTube-inn á daglega? Rétt upp hönd. Allir. Hverju þekkja YouTube annotations? Ok, nokkrir. Það bara svona einfaldur hlutur, bara sem dæmi, þetta svo sára einfalt. Bara það að búa til efni þar sem þú tengir YouTube-vídeóin saman, þar að leiðandi eftir að koma bara með svona smá gagnvirkni inn í myndböndin og þú getur búið til hnappa inn í vídeóin. Þannig að ef eitt vídeó hér fer á flug og slæri í gegn og einhverju fjölmiðlar pikka upp eða það dreifast út allt á netinu, þá tapar ekki öllum strömmnum bara eitt vídeó með 10 önnur. Þá hjálpar fólkinu svona aðeins áfram og leiðir áframin í meira af skemmtilegu, áhugaverðu eða fróðlegu eða fyndnu eða sjokkerandi efni sem þú ert með. Og númer 6, að það það að hugsa aðeins út fyrir kassan. Hver sá Eyjadótið? Man eitthvað eftir þessu? Allir hún geðið þreyttir að hafa rétti pendur alltaf. Að hugsa út fyrir kassan, mér finnst alltaf svona nærtækt dæmi, það þegar koma kosningar, pólitísk vídeó. Og aðeins að taka neina afstöðu, bara Sigmundur eða Bjarni Ben eða einhver, þeir standa alltaf svona í vídeóum með borgina bak við sig og svo tala þeir. Geðvitt stífir, svolítið sperrtir í öxlunum og það bara, flott, við erum búin að búa til geðvitt gott content fyrir netið, þetta komið. Ég veit það ekki alveg, ég veit ekki heldur hvernig við ættum að gera það skemmtilegt, en það raunverulega. En bara hugsa, setjast niður, gefa sér tíma og bara hugsa hvernig getum við aðeins brotið þetta upp. Hvernig getum við aðeins gert það okkur lítið skemmtilegt. Og ég ætla að taka núna nokkuð dæmi sem eru út fyrir kassan í kontenti og vinslu. Þið verða að afsaka að þetta eru verkefni sem við gerðum hjá Tjarnargötunni. Ég veit þetta á ekki að vera sölufyrirlestur, en ég bara að taka þetta nokkuð dæmi til þess að stikla á ákveðinni hugmyndafræði og hvernig hægt að nýta netið og annað til að gera skemmtilegt content. Eitt verkefni sem við unnum Takk Óli. Við gerum það fyrir Arion banka í samstarfi við Hvíta húsið. Þar sem við byggum til heimasíðum sem við gáum fólki kost á að fara og kveðja Óla Stef. Og það kom inn einhverju rúmlega 37.000 kveðjur þar sem fólk var að bara lýsa yfir ánægju sinni, enda Óli alveg fáránlega fínn gaur með harpex í hárinu en alltaf brosandi. Og hann bara, þú gast komið þarna inn og hvatt hann þegar hann var að hætta í handbolta. Í tilefni af kveðjuleik Ólafs Stefánssonar setti Arion banki aðalstyrktaraðili HSÍ upp vefsíðuna takkoli.is. Þar gátu landsmenn sent Óla persónulega kveðju og skoða myndbönd með viðtölum við vini hans og vandamenn. Takk Óli. Takk Óli. Takk Óli. Takk Óli. Takk Óli. Takk Óli. Viðbrögðin létu ekki á sér standa. Þökkum og kveðjum ringdi inn og dreifðust hratt og örugglega samfélagsmiðla undir tagginu Takk Óli. Í lok kveðjuleiksins var Óla síðan afhentur skjöldur með hluta af þeim 40.000 kveðjum sem bárust á netinu. Nú dætti ég alveg út, þetta var svo skemmtilegt vídeó, sko. Hverju tók eftir eða tóku þátt í Takk Óli á netinu? Come on. En ástæðan fyrir ég sýndi þetta það að þarna Arion banki sem að styrktaraðili og stór styrktaraðili við HSÍ, að þeir bara, við þurfum að skerpa ímyndun okkar og þessar tengingu við HSÍ. Við erum að gera geðveikt mikið með þeim, bara flott. Ekki bara skella lógónu sín á eitthvað skilt eins og bakaragaurinn gerði. Heldur bara að gera eitthvað skemmtilegt. Og jú, þeir bjuggu til plattform þar sem að lógóið þeirra var svolítið í auka hlutverki.
það var þessi raunverulegi áhugi og raunverulegi vilji að búa til plattform, leyfa fólki að þakka. Þeir byggðu sviðið, eins og Elísabet markastjórinn sagði, bankinn vildi bara bjóða til sviðið og leyfa fólkinu að fara upp og þakka fyrir sig. Og til þess að styrkja þetta þá var búið til viðtöl og efni við viðmælendur og þá sem þekktu Óla. Leikurinn var síðan tekinn upp, kveðjuleikurinn, við erum allir gráhærðir í vinnunni, unnum auglýsinguna meðan leikurinn var og sýndum síðan beint eftir leikinn fullbúna auglýsingu kveðjuleikinn. Í alvegni, ég fekk nokkuð grá hár eftir þetta, það var alveg eitrað sko. En þið skiljið hvað ég meina, þú veist að fara og bæta einhverju við, gera eitthvað skemmtilegt, hugsa út fyrir bóksið og ekki hugsa bara sem einhliða, content ekki hugsa sem einhliða sölutól. Þetta var áhugavert, þetta var skemmtilegt og fólk bara einhvern veginn virti það til viðlits, bara já, ok, hérna Arion banki að gera þetta, þetta er svolítið skemmtilegt, þetta er svolítið sniðugt. Og þetta kom bara, það voru mælanlegur árangur bara hjá Kapasendum, þá sem tóku eftir þessari herferð sem var alveg bara through the roof, ef ég má sletta. Höldum fókus er annað verkefni, gott dæmi, hverjir hafa tekið eftir, eða séð það? Vá, geggjað. Þetta var verkefni sem við gerum fyrir Samgöngustofu og Símann og hugmyndin var að sporna við gáleysislegum akstri, gáleysislegri notkun snjallsíma meðan á akstri stendur, sem er náttúrulega gáleysislegur akstur. Og þessi bara, þetta gekk vonum fram og það var alveg sláandi tölur sem komu nú út úr þessu þar sem að Kapasend mældi það að það voru alltaf 28-22% í manna ekki ungmennar sem notuðu snjallsímann sinn oft eða stundum meðan á akstri stendur og það fór niður í 8%. Það er svakalegt. Höldum fókus var brýnt umferðarátak þar sem spjótum var beint að notkun snjallsíma í umferðinni. Markmið herferðarinnar var að opna augu ökumanna fyrir þeirri gríðarlegu áhættu sem felst í notkun snjallsíma samhliða akstri. Til þess að ná óskiptri athygli fórum við ótroðnar slóðir þar sem gagnvirkni og persónuleg upplifun var höfð að leiðarljósi. Herferðin birtist einn morguninn óvænt á samfélagsmiðlum og fór ekki fram hjá mörgum. Ný auglýsing Samgöngustofu þar sem ökumenn eru hvattir til þess að láta símana vera í umferðinni fer nú sem eldur í sínum veraldarvefinn. Forvitnir samfélagsnotendur flykktust á höldumfókus.is og voru þar beðnir að tengjast í gegnum Facebook og furðulega einnig að skrá inn símanúmer sitt. Næst tók við ferðalag fyrir áhorfandann þar sem hann fór ásamt ungri stúlku út í umferðina. Þar fór gagnvirkni höldum fókus á flug og áhorfandinn sá nýlegar myndir af sjálfum sér í snjallsíma stúlkunar ásamt því að fá sent SMS frá henni, líkt og það væri persónuleg tengsl þar á milli. Hápunktur gagnvirkninnar er þegar hún hringir í áhorfandann, en á ögurstundu lendir hún í bílslysi og allt verður svart. Eina leiðin til að sjá hvað gerist næst er með því að svara símanum. Höldum fókus fór sem eldur í sinu samfélagsmiðla og rataði einnig í alla helstu fjölmiðla sem gaf málefninu sterkan byr undir báða vængi. Höldum fókus hefur verið deilt yfir 30.000 sinnum á Facebook og fengi meir en 180.000 spilanir frá upphafi. Gaman að segja frá því að þegar þetta var fekk tilnefningu til Söveluna sem við unnum sem besta markasherferðin á netinu og þá fór þetta aftur í gang á netinu. Það voru 5.000 mann sem deildu sér viðbót, þannig að það komið 35.000 deilingar á Facebook og yfir 220-30.000 spilanir. Og þá fyrir við aftur inn á þetta fuglaflensu módel sem ég teknaði upp áðan, að ef þú býr til efni sem er áhugavert og skemmtilegt, öðruvísi, hugsa út fyrir kassan, hvað gerist? Ef allt lukkast vel, þá deilir fólk þessu áfram. Og þar ertu komið með bara geipilegan sparnað bæði í birtingum, þú nærð til þeirra og eins og ég vísaði áðan, tölunar segja það að fólk er líklega til að taka mark og treysta því sem vini þeirra og áhangendur deila frekar en það sem að fjölmiðlar og auglýsendur segja sjálfir. Og þið vitið það alveg, ef einhver vinur ykkur segja, bærins bestu, til það var alveg hlutlaust nefning í einhverja veitingastæði, brjálæslega góða pulsur. Eða þið heyrið einhverju auglýsingu sem segir bara bestu pulsunar í bænum. Það segir sér sjálft, þið takir meira mark á einhver sem þið þekki sem deilir sinni upplifun og reynslu frekar en hefðbundinu auglýsingu sem segir ykkur hvernig hlutinir eru. Það hefur bara ekki sama trúveruleika.
Ég veit ekki hvort ég geti hoppa, hvernig ég tímanlega séð? Einmitt. Ég held að ég get ekki hoppað yfir vídeóin, þannig ég ætla að, jú, ég get það. Eru spurningarnar þegar ég er búinn að tala, hvernig það? Ja. Hérna er annað verkefni og það var það að við ætluðum að miðla þessu ágæta vörumerki Reika út af við og í staðinn fyrir að taka þessa hefðbundnu leið og halda einhverja tónleika, gefa einhverja drykki og bara rosa stuð og partí að þá var byggt í rauninni box niður í bæ og tónleikunum síðan streymt inn kontentinu, lifandi kontenti í live streymi var fítað inn á forsíðu MBL. Band í boxi var blanda af netgjörningi og tónleikum sem settu var upp fyrir vörumerki Reika Vodka. Hugmyndin var að nálgast tónleikahald á nýjan máta, þar sem leitast var eftir að láta stærð og staðsetningu ekki koma í veg fyrir að allir gætu notið tónleikana út í ystu æsar. Sæn, Blood Group og ultramega teknobandi Stefán komu fram á tónleikum sem fóru fram í boxi sem hlutfallslega var í sömu stærð og vefborði á forsíðu mbl.is. Siggi! Hvað segir þið? Hvaða lag er næst? Með því vildi Reika þjófstarta Airwaves-helginni sem þeir eru jú virkir kostendur af. Gjörningurinn sneri ekki eingöngu að tónlistinni, heldur einnig þeirri áskorun sem listamennirnir tóku með því að koma sér fyrir í boxinu og bjóða áhorfendum, bæði í sal og þeim sem heima sátu, upp á hörku tónleika með heldur sérstöku sniði. Af gestum mbl.is þetta kvöldið smelltu yfir 75.000 manns á vefborðan til að sjá böndin leika listir sínar. Það svipað og að 4 tróðfullar Egilshallir hefðu verið samankomnar á einn og sama staðinn. Já. Þess að fóru 109.000 manns á þessum 2 tímum sem að tónleikarnir voru haldnir inn á MBL og á þessum 2 klukkutímum það fóru yfir 75.000 manns sem smelt á borðan sem ég held að sé algjört met á smelli á MBL. Þannig að þið sjáu það content, efni, tækifærin og möguleikarnir eru endalausir. Það er bara að nota það sem þú hefur, nota það sem er í kringu þig og búa til skemmtilegt, fræðandi, upplýsandi, áhugavert, sniðugt, sjokkerandi efni. Hljómar þetta ekki einfalt? Ungir sjálfstæðismenn hérna eitthvað að sprella. Skulum bara hoppa yfir það. Og ég ætla bara að kannski kalla þetta bara nokkuð gott að gefa færi á einhverjum spurningum, ef einhverju slíkar eru. Takk fyrir. Einhver bara sína hendi? Ein spurning til sal. Kannski segja hvað þú heitir og tala svo hátt. Já, fá fólk til að fylgjast á Twitter er basically bara að vera einlægur og tala á Twitter eins og vörumerkið er að tala, ekki henda út auglýsingum, ekki henda of mikið af bara einhliða upplýsingum, heldur að eiga í samskipti við fólk. Ef einhver spyr það einhverju þá svarar hann innan stundar. Ég held að bestu dæminu notkun á Twitter eru mínum dómi Vodafone og Síminn, að þeir nota þetta bara sem þjónustu miðil. Ef þú twittar á Símann eða Vodafone segir Síminn er í hassi, þá er bara komið ping tilbaka eða búið að hringja þig innan við hálftíma. Þannig að þeir eru bara búin að átta sig á því að toleransi fyrir að hringja annars vegar, þú veist að þú nennir að bíða í 20 mínútur í þjónustuverinu sem er bara bilun, þá getur það biðið aðeins, en ef þú twittar þá hefur ekkert tolerans. Þannig að til að gera svona langa sögu stutt, þá myndi ég hugsa bara nota þetta til að eiga í samskiptum við fólk, gefa ráð og bara ímynda þér svo sért að tala svolítið eins og persóna. Einhverjar fleiri spurningar? Þá þökkum við bara einari fyrir. Kærar þakkir. Takk fyrir.